Gleðilegan Galentines, Jóhanna. Gleðilegan Galentines. Og verið velkomin í Dramakastið. Við erum með smá svona special Galentines þátt í dag. Já. Og þetta er náttúrulega vikan það sem er Valentines og það er náttúrulega líka Galentines. Maður verður líka að gera smá róma með vinkonunum sínum, sko. Já, við viljum alltaf meina það og við viljum svona hvetja til þess að mæla með að gera eitthvað skemmtilegt með vinkonum ykkar. Ég held að, sko, er ekki 13. febrúar eða svona official Galentines Day? Jú, ég held það. Ég held það líka. Og það er ógeðslega gaman að, þú veist, gera eitthvað svona smá halda upp á friendships, þótt að þið séu kannski að fara að gera eitthvað valtínsdaginn með einhverjum kærasta eða eitthvað. Já. Taka smá tíma. Nákvæmlega. For your friends. Já. Eigum að fá okkur smá, við erum með svona óáfengt sparkling rosé. Ó, það er cute, já, takk. Oh my god, ég vil ekki sulla sig við tölvurina. Nei, ekki sulla sig við tölvunni. Oh my god, Þá sulla ég sig við þig. Hendi þessi fram á henni. Mér var alltaf langað eitthvað tíma í lífinu að henda drikk fram á henni eitthvað. Aha, ég var að prófa við hver aðra. Nei, maður þarf eiginlega að gera við eitthvað sem er búin að, þú veist, do me wrong. Já. Skál. Skál. Við erum að pælja að byrja þáttinn á smá svona, náttúrulega, ok, Valentine's Day is coming up. Og við erum að pæla í celebrity crush. Við erum náttúrulega með, sko, típan okkar er alveg svona semisvart og hvítt. Já, Myndi ég sem er segja. bara gott. Já, það er mjög Við gott. höfum aldrei í öll okkar ár að vera vinkonur lent í því að vera að pæla í sama gæja. Aldrei. Sem er bara mjög gott. Perfect Ef sem match. aldrei verið eitthvað svona að rífast yfir því. Já, nei. Þannig að, þú veist, við erum og alveg mjög oft allavega back in the day sem að kannski ef ég var eitthvað, já, segja þannig en þú alveg bara, oi. Bara, já. Og séðan einhvers sem þú ert að pæla ekki. Já, bara eitthvað svona, hann er ekkert spes. Já, ekkert spes. En, þú veist, það er bara geggjað, jákvætt. Já. Ég held ég veit ekkert hver þinn svona celebrity crush er. Nei, Ertu með eitthvað svona einn sem er bara svona aðal? ég veit það ekki. Ég held ekki, en mér finnst Tom Hardy ekkert eðlilega fallegur. Æ, byrju, hver er það aftur? Hann Sko, ég er leikur náttúrulega ekkert eðla ómannglögg. Ég er búin að sýna það en því fannst hann ekki sætur, sko. Hann leikur Já, ég veit hver það er. Hann leikur í hérna Mobland, Já, ég veit hver það er. þáttunum, þessi hérna. Já, mér finnst hann ekkert spes. Nei. Sko, þú veist, hann er ekki ljótur maður. Nei. Hann er bara alls ekki, hann er bara mjög myndarlegur maður. En Já. ég sé hann ekki, ég er ekkert eitthvað, oh my god, vá, hvað hann er myndalegur. En ef þú myndir horfa á þættina, hvað hann er ógeðslega nett. Hvað var svona að fyndi? Af því ég hélt. Af því að hitt celebrity crushið mitt heitir líka Tom. Ó. Og ég eitthvað svo, já, það er eiginlega Tom Hanks. Þið gæri tala fyrir vitt. Það er ekki Tom Hanks, býti. Er ekki Tom hérna, oh my god, ég veit hvernig hann tala um. Sæta. Hann er ekki sætur. Hann er Hann er ekki sætur. Hvað heitir hann? hann leikur í hérna flugvélamyndinni. Já, hvað heitir hann? Tom Cruise. Tom Cruise. Jóhanna, ertu eitthvað frá þér? Hann er bara gamall maður. Ógeðslega sætur. Hann er ekki sætur. Jú, hann er mjög, Nei. heyrðu, ertu búin að sjá Hann er ekki sætur. nýjastu flugmyndir hans? Nei, en ég bara sé hann mann marga oft. Ég veit ekki hvað maður Hefurðu hitt hann? Nei, ég hef hitt hann enda. Nei, ég verði til í hitt hann. Oh, Ég verði til í að mynd með honum. fallegast maður sem ég sé. Tom Cruise. Nei, Chuck Bass. Hvað er hann? Edward. Ég sá hann. Hann er reyndar mjög sætur. Ég sá hann á Já. Wagamama í Já. London. Hann er nefnilega svona svolítið öðruvísi í andlitinu og við Já. fílum hann báðar. Já, þannig að þarna tengjum við smá. En hvað finnst þér um Leonardo DiCaprio? Sko, hann var alltaf mitt number one crush þegar ég var yngri. Já. En þá er ég að tala um svona, þegar hann var yngri líka, þú veist, svona Titanic árin, þá var ég obsessed með Tom Cruise, með Leonardo DiCaprio. Já. En þú veist, núna, nei, þú veist, hann er myndarlega maður, en ég held, þegar hann er hann eldri, ég fíla hann ekki eitthvað það mikið, og líka bara það sem mest sem maður hefur heyrt, þú veist, hann er mér finnst hann svo skrítinn, þú veist, alltaf að deyta yngri stelpur, Já. þú veist, svona, icks me out a little bit, skiljur. Ég er búin að vera á TikTok og það tók mig inn á eitthvað svona rock TikTok eða eitthvað, ég veit það ekki. Rock TikTok? Já, ég veit það ekki. Og það er einn
svona rockari sem Mm. er alveg ógeðslega sætur Ok, en ég held að þú myndir ekki ég held að Syndir þér þess. myndir ekki finnast hann sætur sko. ok. Oh my god, ég veit hvað þetta er. Hann er ógeðslega sætur. Ég er ósammála. Er það? Finnst Já. hann ekkert sætur? Youngblood. Já. Mér finnst Nei, það- jú, Youngblood. Já, hann er ekki, ég myndi ekki segja að þetta var mín típa. Nei, Þú veist, en máli, ég er ekki að segja hann sé eitthvað ljótur, þú veist, þetta er bara ekki nei, my type. nei, Sko, nei. Mér finnst hann alveg frekar sætur. já, þú vilja rocka hana. Nei, ég hata rock. Já, reyndar, en svo Já. elskar hennan. Ég elska hann ekki, ég er bara svona, Finnst hann hann er, myndarlegur? já, hann er svona nýlega búin að poppa upp á For You Já. page-inu mína, það er svona, Já. ok, hann er sætur. Ég fæ alltaf svona tímabil af Já. celebrity crushes. Þú Já. veist, ef ég er að horfa á eitthvað ákveðin þátt, Mhm. þá kannski fæ ég celebrity crush af Já. einhverjum í þættinum. Þú veist, það er svona ekki oft sem ég er með eitthvað sem er bara svona helst alltaf. Já, En já, samt minn númer 1, 2 og 3 sem að ég hef sagt mjög lengi er Jacob Elordi. það er sér mynd. Hann leikur, já, sín þú, ég er með síman hérna. Hvað heitir hann? Jacob Elordi, hann var í Euphoria. Ég hef aldrei séð hann. Það var ekki í Euphoria? Nei. What? Jóhanna? Ég hef aldrei séð Oh hann. my god, þú ert að missa af. Já, mér finnst hann ekki það sætur. Hæ? Mér Má finnst ég hann, sjá hann? Nei, en hann er líka, þú veist, ógeðslega hávaxinn og líka bara hvernig típan. Já, Hann er bara svo já. charming. En mér finnst hann ógeðslega sætur. mér finnst hann bara alls ekki það sætur. Jóhanna? Þú veist, hvað er að okkur? Akkur getum við ekki verið sammála um neitt? Jú, Nema Chuck Bass. Við erum sammála um Chuck Bass. Já. Já. En síðan hef ég líka alltaf verið mjög mikið, og sko, þetta er samt líka bara út af the history Harry Styles. Já. En það er ekkert Já. endilega, þú veist, ég myndi ekki endilega segja að hann væri mín típa bara eitthvað svona í raunveruleikanum. Nei, En nei. út af því að mér þykir svo vænt um hann. Já, Þú veist, já. Út af bara ég er náttúrulega mesti One Direction fan. Þannig að þá vil Hvað er það kallað? Directioner? Directioner. Ég er alltaf bara Directioner for life. Ég er belieber. Já. Boring. Boring. þannig að- Já, ég hef alltaf verið mjög mikið, þú veist, ég elskar Harry Styles og mest ekki geggjaður. Já. En annars er ég ekki, já, ég veit ekki, hver annar? Ég held að efsturum er Tom Cruise, sko. Það er Eða- eitthvað það furðulega sem ég hef Nei, heyrt. eða Matthew McConaughey. Já, ok, við getum samlað þar. Hann Hann er er mjög... hann er a mega Þú babe. er bara með eitthvað svona gamla gæja. Æ, þú veist. Ég er greiðlega bara svona gömul. Gömul sál. Já, gömul. Já, Matthew McConaughey er alveg ekkert eðlilega heillandi gæi. Já, Líka bara röddin hans. Mhm. Ég bara... Já. já. Gæin í Bridgerton, Jonathan Bailey, heitir leikarinn, sem að Hanna- leikur hann í 3. serju, er aðhætt ekki í 3. serju, strákurinn sem er ástfanginn af hann að stelpunni, sem er, Já, já. manstu þið? Já, já. Mér finnst hann svo myndalegur. Já, hann er þetta mjög sætur. Og hann er alltaf, leikur alltaf eitthvað svona romantískt og alltaf bara með geggjað chemistry með öllum sem hann leikur á móti. Já, Þú veist, hann er já. líka típan sem maður er bara eitthvað svona, oh my god. Já. Ég bara, já, love him. En það tók mér samt alveg tíma að byrja fílan í þáttanum, sko. Já, og það var hann ekki Ég fyrst man svona smá alveg. kokki og smá svona... Jú, og líka bara eitthvað sem ég get ekki eru bartar. Ég get, Já, ég get oh ekki my barta. En mér finnst samt eins og í séri 3 þá eru þeir aðeins byrjaðar að mikka bartana. Er það ekki? Jú, kannski. Ég held það, mér finnst það. Já, og það er alltaf mjög svona gamaldags en það kannski gera aðeins svona nútíma myndalegri að vera ekki með bartana. Já, já. Eigum við að taka Drama of the Week. Já, vilt þú byrja? Sko, ok, ekki drama, þú veist, ekki eitthvað drama á neikvæðan hátt. Nei. Ég var í London fyrir stuttu, ég er bara nýkomin heim, var í 10 daga og ég var í svona smá bara vinnuferð, ég var að fara á svona viðburði og eitthvað svona, ég fór á einn viðburði sem var ógeðslega skemmtilegur og hann var, þú veist, geðveikt svona, það var allt svo stórt og allt geðt svona dramatískt. Ég var svona búin að venjast í svo mikið að fara á svona viðburði þegar ég bjó úti og núna er ég ekki af vönni lengur, þannig núna þegar ég fer Já. þá er ég bara svona, oh my god, maður líður þess að ég sé in a movie. En þú veist, hvernig er þetta með þessa íventa? Þekkirðu alltaf einhvern eða þarftu alltaf að bara kynnast nýju fólki? Ég myndi segja 90% tímanum þá þekki ég eitthvað út af Já. það er, þú veist, þótt að maður fyndi og maður myndi halda náttúrulega London er mjög stór borg en hún er samt svolítið lítil, þú veist, Já, já. maður svona heiminn er alltaf minna en maður heldur og það Já. er mjög oft svona svolítið svipa fólk sem er boðið Já, þannig já. að á svona viðburði þannig að alltaf þegar ég, þú veist, ég fer eiginlega alltaf bara ein á viðburði og það er bara eiginlega 90% tímanum sem ég sé eitthvað sem ég þekki bara strax eða kannast alveg við Já, en ég hef alveg lent í því að fara og þekki bara ekki neitt
Já. og hef þá þurft að, þú veist, fara upp að einhverjum og vera bara eitthvað, eða reyndi einhvern veginn að koma inn í eitthvað samræði eða eitthvað Já. sem að mér finnst ekki skemmtilegt. En ég hef alveg, þú veist, kynst ógeðslega næs fólki á þann hátt. Já. En það er miklu auðveldara ef þetta er, þú veist, dinner. Fattar Já, Út þá af því ertu að- bara neyddur til að sitja hliðina á Já, einhverjum. eins og þessi viðburður sem ég er að tala um, þú veist, þá var þetta bara, maður labbaði inn og þetta er bara partí. Þannig að það bara standa Já. allir og þá ef þú þekkir ekki neitt, þá bara svona, Ertu er ég bara fara bara tróða mér inn í eitthvað samræði, fattar en ef þetta er dinner og það er kannski búið að merkja borðið, bara hérna situr Embla og þá situr þessi við hliðina á mér og þá væntanlega bara tala ég á fólki sem er kringum mig. Já, Þá er svona, það er mikið auðveldara. En síðan líka stundum hef ég fengið að taka með Prúseit, sem er alveg gaman. Já, þú verður að taka með eitthvað tíma. Já, ef við kemum til London, of course. Já. En það er samt alveg gaman líka að fara um einn og þá svona neyðum að sig til þess að kynnast fólki, fattar ég? Já, Smá. aðeins að fara out of the bubble. Já, og þegar ég fer með +1, þá er ég örugglega ekkert að fara að tala við einn annan. Fattarðu? Já. En, Ekkert mjög dramatískt scenario, en ég var bara svolítið dramatísk í þessu scenariói. eins og það. Er að ég er sem sagt trúlofið. Og A wifey, a fiancé, minni. já, og ég fekk hring og ég fór í byrjun janúar og lét sæsan bara rétt, Já, minkan. lét minkan rétt eftir jólin og ég var náttúrulega orðin bara eitthvað grilla, bólgin og bjúið eftir allt sykkið. Oh Ég veit það ekki. er bara saltið. Já, og ég bara gerði mér enga grein fyrir því. Þannig ég fór, lét sæsa og svo núna bara nýlega þá byrjaði hann bara svona að nánast detta á mér og ég bara, hvað er í gangi? Þannig ég fór aftur, fór niður 2 stærðir. Oh my 2 god. stærðir. Jésús, þú náttúrulega verður líka úrslega svona auðveldlega bjúið það ekki eins og í flugvél og eitthvað svona. Jú, bara, eða svona bólgin Já. Þannig að núna er ég bara búin að vera að bíða í heila viku eftir hringnum mínum. Þannig að mér finnst það ekki skemmtilegt að bíða. Mér langar að fá hann bara strax. Það er bara frekja. Já, bara smá frekja. Ertu með eitthvað svona fave of the week? Oh my god, sko, ég var að flytja inn í nýbúð. Svo gaman! Our new girl crib. Þannig að þetta er rauninni ekkert eitthvað svona sérstætt, þetta er bara íbúðin og vera loksins komið með mína einu íbúð og þú veist, ég er að búa alein í fyrsta skipti, ever. Bara ein, with my cats. Náttúrulega í London, þá varstu með þarna... Ég var með Matti vinkunum minni í London, bjó með henni í alveg 2 ára eða eitthvað. Já. Þannig ég hef aldrei búið, þú veist, alein og þetta er bara a new era and I'm obsessed with it. Þannig að það er mjög skemmtilegt. Það var geðveikt. Já, þannig ég er ógst spennt, ég er ennþá, þú veist, að græja og gera og svona, en já. Og mála og... Þannig að, mjög gaman og ég líka nýkomin frá London, þannig að þetta fór svona smá á hold að Já. græja allt og þetta tekur alveg tíma að koma sér fyrir, þannig að Já. ég er bara svona ennþá svolítið að vinna í því, en já, mjög spennt. Það var ekki slækka. Ert þú með eitthvað fave of the week? Heldur betur. Ég er nýbúin að uppgöta svona hair and body mist. Þetta eru svona glasi og er alveg hvítt á litin. Þetta er bara svo mjólk. Oh my god, já, ég hef séð það hjá þér. Og Það er svo góð lykt af þessu. Og þetta heitir Lait de Coco. Veistu hvað merkið þetta er? Nei, ég veit það ekki. Lait de Coco, ok. Google it. Já, Google it. Þetta er ógeðslega góð, svona sæt, svona... Þetta minnir mér bara svona á sólarvörn og svona sólarlanda. Já. Þetta minnir mér smá á svona einhver svona jarðaberða mjólk. Já, ég bara... Eitthvað svona með smá vanili. Já, en ég tengi hvað með svona sólavarna, ég elska sólavarnalikt, svona... Já. En ég veit ekki. Ógeðslega góð. Og hún er bara svona fullkomin til að láta með your signature ilm. Oh my god, já, nice. nice. Hún bara einhvern veginn gerir ilmiðin bara betri. Ég elska líka að, þú veist, layera, að setja, þú veist, svona, þú veist, já, svona sum ylvatn er ógeðslega auðvelt að layera með eins og, hérna, ég nota alltaf vanilu frá Kayali. Já. Þú veist, maður getur blanda henni við bara nánast hvað sem er. Já. Og eins og þetta er auðvitað þannig líka, það er bara svona 100%. ógeðslega næs að blanda, ef maður vil svona, og ég vil með þetta ylvatn, en aðeins spæsa þau upp. Já. Það er mjög næs og gaman að geta breytta eins til þannig. Að því líka stendur hair and body spray. Já. Þannig að ég bara setja þetta endalaust í hárið og ég læt þetta á fæturnar og bara út um allt. Já, það er ógeðslega næs líka, þú maður áska ekki að setja
þú veist, venjulegt ylvatn í hárið. Já. Út af því það er, þú veist, alkohól í því, Mhm. þannig að það er þurrkandi fyrir hárið. Já, nákvæmlega. En við ætlum að tala aðeins fyrst að það er nú Galentine's þáttur í dag. Já. Tala aðeins bara svona vináttur yfir höfuð. Ég held, þú veist, við erum búin að vera hérna núna, vinkonur í mjög mörg ár. Mörg ár. Bara frá því 2012. Já, sem er 12 ár. 14 ár. Oh my god. Það er rosa. Það er ógeðslega langt. Það er mjög langt. En sko, já, mér finnst svona stundum eða sérstaklega, þú veist, að ég veit að ég er með, þú veist, Valentine's Day og alls konar svona, þú veist, það er lögð alltaf svo mikil áhersla á að celebrata, og ég sletti svo mikið, ég er svo mikið að reyna að finna íslenska orðin fyrir þetta, Að að fagna, ástinni. já, og þú veist, þá settur oft svo mikil áhersla á rómantíska ást. Já. Þegar þú veist, það má vera, þú veist, mér veist að maður mætti setja þá meira áherslu á bara alla típur af ást, þú veist, vini og fjölskyldu. Já, Fattarðu? 100%, já, Og einmitt. það held maður getur stundum svona gleymt sér smá, þú veist, þegar maður er í sambandi og eitthvað svona. Það þurfi bara að vera Já. þið tvö, það er líka kannski svolítið amríst. Já, En en held ekki bara yfir höfuð, þú veist, Já. ekki það, þú veist, auðvitað er það mjög mikilvægt líka að rækta Mhm. samband og eitthvað svona, en ef við erum að tala vináttur, mhm, bara ef við erum að fókusa á það núna, að þá er það líka svo ógeðslega mikilvægt, maður má ekki gleyma því. já. Og því að ég veit ég, þetta er allt svona, friends come and, nei, Nei, boys come and Come go, and but go. friends are for life, og auðvitað, þú veist, vonandi eru guys ekki að fara að come and go ef maður er Nei. í góðu sambandi. já. En fattur ekki haumina, þú veist, að Já. vinkonum manns eru svo ógeðslega mikilvægar, því að þær eru búin að sjá mann kannski bara í fullt af stigum í lífinu þínu Já, já. og standa með þér í gegnum svo Mhm. margt. Og ég held til dæmis að eins og þú Mhm. mynd þekkja mig betur en nokkuð tíman maður minn. Mhm. Það er bara svona að því þú ert búin að vera með mér, þú veist, þroskast og alast upp með mér Já, yfir öll þessi ár. og svo mörg tímabil. Já, svo ótrúlega mörg tímabil sem við höfum bara verið eins og síðanstýpurar. Já, algjörlega. Og það er svo ógeðslega dýrmætt að vera með eitthvað í lífinu sinni sem hefur þekkt mann svo lengi og einhvern veginn elskar mann í gegnum öll tímabilin líka þegar maður var fáránlegur. Já. En ég Já. held líka, þú veist, að vináttur líka geta þróast svo ógeðslega mikið í gegnum tíman. Já. Fattaru? Þú veist, Mhm. ég held að sé alveg mjög eðlilegt ef maður er búin að þekkjast mjög lengi að vináttur geti farið svona smá upp og svo kannski, þú veist, aðeins niður og svo, Já, fattaru? Já, já. Bara eins og með allt í lífinu, þú veist, Mhm. ég held að það sé mjög eðlilegt. Og svo líka bara að fara þeir sundur sem Já. er bara allt í lagi. Já, Og sérstaklega þegar maður er svona að þroskast og finna sér í lífinu og það er margir sem fara aðra leið og svona. já, Og þá er bara ótrúlega þroskandi líka bara að geta bara þá fundið sér nýja vini, skilurðu? já, ég held sko, sérstaklega ef maður er á svona ákveðnum aldri, þá er það smá svona testing period, þú veist, hvaða vini ert að fara eiga bara út lífið Já, eða hverju er að fara í sikkur áttina. já. Og það er ekkit slæmt heldur að fara í sikkur áttina. Nei, alls Þú veist- ekki. Bara óskaðum alls hins besta. Já, Bara- þú veist, hefur ekki séð svona quote eitthvað svona, eitthvað svona, some friends are for a reason, some are for a season, and some are for Já. life. Og þá er það, þú veist, reason er, þú veist, eins og til dæmis, segjum ef að þú átt bara geða eitthvað á vinkonu og þið vinnið á sama stað, en síðan, þú veist, hætti að vinna saman og þá er þið kannski ekki ennþá vinkonur, þú veist, þetta var bara svona smá, þetta var ástæðan sem að Já, hélt, já. þú veist, þið voru bara vinkonur út af þessari ástæðu. En ef að það líka, þú veist, Mhm. ef að við erum að vinna saman, Mhm, við kynnumst í gegnum það, mhm. þú kynnist svo kannski mannin einum í gegnum mig og svo hættir að vinna, Já. þá er það the reason, skilurðu. Já, já, Þú veist, alls konar svona butterfly effect, Já, skilurðu. algjörlega. Og það, þú veist, þótt að kannski vinátt að byrja sem eitthvað reason, Já, þá getur það alveg þróast í bara for life. já. Þú veist, þess að kannski, við byrjum að vera vinkonur og við vorum saman í grunnskóla. Mhm. Þá var það bara, ok, við erum hérna saman í þessum skóla á hverjum einst degi. Nú erum við Já. vinkonur. Já, En síðan þegar við útskrifumst og þú veist, það þróaðist og þá er það ekki lengur the reason, en við erum bara ennþá, þú veist, já, að þróast. já, já. En síðan er, þú veist, friends for a season, þú veist, það er þá einhver sem kannski, þú veist, að ná hann einhverjum í ákveðin tíma og svo ekki lengur út af einhverjum ástæðum eða bara yngri ástæðu, skilur, bara grow apart, það er líka alltaf læg. En það, þú veist, þýðir ekkit að þetta hafi eitthvað verið ekki worth it. Já, Fattur, já, það er samt alveg hægt að horfa tilbaka bara, hvað var skemmtileg tíma saman, en við eigum Já, ekki já. endilega samlega í dag. já, algjörlega. Og síðan eru sem eru for life og það er líka mjög dýrmætt. Blik, blik. Blik, blik, blik. Ég vona þannig má Þannig- svíkja mig eitthvað.
Ég veit ekki, það er svo áhugaverst að pæla í með vináttur, þú veist, hvað maður getur vaxið mikið saman með fólki, en síðan stundum vex maður sér ykkur áttina og svo er þetta bara svona, þú veist, það er alltaf læg, saman hvað gerist. Já. Og stundum, þú veist, þótt að maður eigi kannski ekki samleið með ákveðnu fólki lengur, það þarf ekki að vera leiðilegt, eða þú veist, auðvitað er það sorglegt, en það þarf ekki að vera einhver leiðindi, heldur það bara að jóska er alltaf besta. Kannski náðu ekkert mann saman aftur í framtíðinni. Já. Ef ekki þá er það bara alltaf læg. Við vorum alltaf long distance besties í 4 ár. Oh my god. Það er ógeðslega langa tími. Já, og við vorum að meira sér líka þegar við vorum í 10. bekk. Þá vorum við long distance besties í 6 mánuði. Af því að þú fluttir til London. Já, og svo aftur til London. Já. Þannig að við hefum mikla reynsla því að vera long distance besties. Já, sko, ok, á ég að segja kannski eitthvað sem að ég svona ráð með því að vera, ég var the long distance bestie. Já, og hvað þú með eitthvað að vera hinn megin. Já. Númer 1, 2 og 3 finnst mér, ef maður er að flytja ykkur til burtu og langar ógeðslega mikið, þú veist, að halda góðu sambandi við vinkonur sína heima, er bara að vera í smiklu sambandi maður getur og með líka bara ómerkilega hluti. Já. Þú veist, og það eru allir busy og maður getur kannski ekkert endilega verið að FaceTime alla á hverjum degi, þú veist, það er allir með sitt líf, en bara eitthvað svona, ef maður nær að kannski uppdata vinkonu sína reglulega, bara senda henni snapp og það þarf ekki svona að vera eitthvað merkilegt. Nei. Það þarf ekki að vera eitthvað big life update. Nei. En bara eitthvað, það var að, ég veit ekki, prófa þennan juice, hann er mjög góður. Já. Bara eitthvað. Já. Bara eitthvað svona. Eða þú veist að senda myndaðir í nýju ræktinni sem þú ert að prófa. Já. Eða á eventin sem þú ert að fara á. Já. Bara eitthvað sem gerðist. Ef eitthvað fyndi gerðist, sendi ég voice note strax. Bara pældi þessu. Já. Hvað? Þarna daginn þá sendum við eitthvað dator í tjörnina. Það var nú svolítið dramatist. Það var svona á Íslandi. Já. Já, greimaður, en ég vona hans ekki að hlusta á þetta. Nei. En ég var að labba í kringum tjörnina niður í bæ og það var maður sem var að skauta og hann datt ofan í ísinn, sko. En ég stoppa, ég var bara, en hann klifur upp á allt í góða með hann og hann hélt áfram að skauta. Bara, hann hélt áfram, ég var bara, ertu ekki traumatized, ertu ekki blautur og skítugur eða? Og kaldur? Já, nei, hann bara hélt áfram. Hann var bara góður. En hann líka bara hífði, hann þurfti að taka í klakan og hífa sig upp og þetta var voru nokkrir í kring, það var ekki bara ég sem stoppaði. Oh my god. Það var svolítið dramatist, já, ég hef ekki að segja það sem drama út af því. Já, þú veist, bara eitthvað svona, ef maður er, þú veist, einmitt long distance, ef eitthvað fyndi gerist, senda bara snartu þetta, senda SMS bara, oh my god, já, bara heldur strax. Gerðist, já, og ekki býða eitthvað svona, nei, við eigum hérna FaceTime spjall á morgun, ég ætla nú að segja þetta þá. Já, það er svona mitt stærsta ráð og kannski bara, þú veist, ég veit að það er auðveldar að segja heldur en að gera, en maður er duglegur að koma heim í heimsókn. Já, ég ætla að segja það. Já. Og þú veist, minimum einu svona ári, ég reyndi að koma tvisvar, einu svona sumri til og einu svona fyrir jólin. Já, þú gerði það alveg nokkuð sinnum. Já. Og svo varst þú líka alveg duglega að koma. Já, og alltaf þegar komst, þá var bara regla, við bara hittumst alltaf þegar komst. Já, 100% auðvitað. Líka bara, þú veist, ef mann leiðist eða eitthvað út af, þú veist, að bara vera duglegur að hringja þá. Bara eitthvað, og ef manneskjan er upptekin, þá bara er hún upptekin, það er allt góðu, en bara hringja og tjekka. Ok, ennbla, ég er með svolítið skemmtilegan leik. Ok. Það sem við gerum svona scenario og segjum hann 10 en, skilurðu. Ok. Og svo þú að reyta og ég get alveg reyta. Ok. Þú byrjar. Hann er 10 en hann er með gervineglur. Æ, þá reyta þú veist hversu líklega ég væri til þess að deyta hann. Nei, þú ert að deyta hann, en hann er 10, hversu lágt myndi hann fara ef hann myndi fara og fá sér gervineglur? Fjarki? Það er alveg svolítið ekstrím. Já. Myndi hann fara í fjarkan? Eða þú veist, hvað annað? Ég myndi alveg fara í þristin, held ég, sko. Já, ok, ég held að vera að tala herra. Jafnvel tvistin. En ég bara horfa ekki hendan hans. Ég horfa bara andlitað hans. Já. Nei, ok, já, þú veist, ég myndi bara að það myndi vera smá dealbreaker. Eða þú veist. Já. Það er bara að gera það svo vilt, en ég allavega... Ekki alveg þitt. Nei, ekki alveg þitt. Og ég kom með næsta, Já. Hann er 10, en hann smettar þegar hann borðar. Alveg hátt. Új, pyrrandi. Og alveg bara alltaf. Ógeðslega pyrrandi. Já. Ok, þú veist, það er ekki eitthvað það mikill dealbreaker. Nei. Kannski... Það myndir ekki hætta með manninum. Nei. Ég myndi allan upp bara. Held ég. Segir bara hætta. En ef þú myndir segja hann að hætta, hann væri bara nei. Svona tyggi bara matinn minn. Ég veit það ekki. Ok, kannski
7 eða 8. Ok, fair. Já. Fair. Ok, Embla, hann er 10 en hann klæðist upp einungis kvartbuxum. Caprice er alveg þýsku, sko. Já, ég er Já, að ég er tala um djókast ég er líka að tala um fyrir svona konur. pappa Já. kvartbuxum, skilur. Bara, þú veist, á jólunum kvartbuxur, páskunum kvartbuxur, áströndinni bara kvartbuxur. Það er fyrir ofan nýja fyrir neðan nýja. Neðan, Er það ekki? Jú. Annars er það meira eins og stippbuxur. Já. það er í. 6. Ég myndi ekki hætta með honum, Nei. þú veist. En ef þú myndir segja, nú færð þú í síða buxur, nei, ég er bara í kvartbuxum. Já, þú veist, ef hann væri bara 10, bara Já. í lúk og persónuleika, Já. þetta væri bara the man of my dreams, ég myndi ekki hætta með honum út af að Nei. hann væri aðstæðlega í buxum, en hann myndi pyrra mig. Já. Þannig að, þú veist, hann finnir í sexu. Hann myndi alveg baka mig. Já. Ok, ég var að reyna að hugsa um eitthvað on the top of my head. Hann er 10, en hann labbar í svefni á hverri nóttu og hann talar bara út í loftið svona, á hverri einstu nóttu. Það er sko. Og þannig að þú myndir eiginlega aldrei ná að sofa heila nótt Án þess án að þess að vera vera hann eitthvað. vakinn. Já, hann vaknar er að labba og segja eitthvað svona gæskrítið og tala út í loftið. Ok, ég held hann myndi alveg þetta niður í 6. Ok, ekki læra. Ég... Þetta er bara allt lífið, þú fara aldrei svefn. Já, en þú veist, en this is the man of my dreams, skilur. Ok, hlæ. 5 er svolítið neðarlega fyrst mér. Já, þú mátt alveg vera með þitt svar, hartlíku. Ok, hann er 10, Embla, En en hann er alltaf á tásunum. hann svona hippi, alltaf á tásunum. Hann er bara, hann á ekki skó, hann notar ekki skó. Það er snjóstormur, hann er ekki skó, bara, hann fer út í búð, Nei, ég meik ekki svo hann fer út í búð á tásunum, Það meik ekki svo leis. fer í bankan á tásunum. 5. 5! Hvað finnst þér of hátt? Já! Hvað varstu fyrsta? Hvað sagði ég fyrsta? Ég sagði fjarki. Hvað þegar hann er með gerðin? Já, mér finnst miklu verra að vera með gerfineglur heldur en að vera á tásunum. Ég myndi frekar vilja eiga kærasta sem væri alltaf á tásunum heldur en sem væri með gerfineglur. Já, fer. Alltaf leið. Alltaf persónulega. Já. En ég verði svona bara helst til að vera í skóm samt, sko. Ég er bara að hlæja við sjálfur mér. Hann er 10, en hann er alltaf svona randomly að svona mjálma, bara svona upp úr þurri. Þegar ég seti, og svona þegar hann er í cozy, þegar þú tekur svona kúra og hann er svona Þetta, sko, og alveg svona ekki djóka. tvistur. Ég held það. Ég held ég gæti þetta ekki, sko. Ok, Ok, ekki mjálmakunar. hann má þetta allt. Hvað? Nema kvartbyggsnar. Nei, djók. Kvartbyggsur eru fínar. Þær eru fínar. Ok, hann er 10, en hann á ekki síma og enga samfélagsmiðla. Veistu, mér finnst það green flag. Ok. Þú veist, Finnst þér engan það smá síma, svona- það Já. er pirrandi. Og Já. hvernig á ég hringi ég? Þú veist, það er alveg Já. pirrandi. Mhm. Þannig að þú veist, ég myndi gefa því svona 7. Já. En enga samfélagsmiðla finnst mér bara svona frekar grænt flagg. Já. Sem er mjög mikið hypocrite af mér. En, Samfélagsmiðla drottning Íslands bara. en, ég veit það ekki. Mér finnst alveg green flag þegar fólk er ekkit mikið að pæla í samfélagsmiðlum. Já. Og sérstaklega strákar. Já. Það er þú veist, já, I don't know. Já, akkurat. Þannig að ég myndi það er bara svona segja smá, 10. já, það er alveg smá svona mysterious. Já. 10? Já, út af því mér finnst það svona, gefa svona það vibe, þú veist, að þá svona, þú veist, sé hann bara svolítið sama, sé bara að gera sitt own thing, fattur þú hvað ég meina? Já, Þú veist, það sé bara confident, eða þú veist, þú sé ekkert eitthvað allir sem er ekki í samfélagsmiðla eru þannig, Nei, og ég er ekki að segja að ég sé eitthvað andstæðan við það, en bara svona, þú veist, ef hann er bara eitthvað, nei, ég hef ekki áhuga á þessu, það er bara svona, já, ok, þú greinlega ferð þína einlegir, þú veist, Já, mér finnst það bara frekar flott, þannig, já, ég vil að segja. nákvæmlega, já. Þannig að allir sem eru ekki með samfélagsmiðla, hit her up. Ok, hann er 10, en hann talar alltaf um sjálfan sig í þriðju persónu. Þú veist, þannig að eins og bara segjum að hann heiti Óli. Þá segir hann alltaf í stæðan fyrir að segja ég er að fara í ræktina. Já, Óli er að fara í ræktina.
Óli ætlar að fá sér mat eða eitthvað svona. Það er ógeðslega weird. Já. Það er bara svona skrítið. Já, mjög skrítið. Sko, ég held ég gæti þetta líka smá tíma en ég held ég gæti þetta ekki En það er bara eilífu, sko. alltaf. Það segir aldrei ég ætla. Ég held að þetta sé alveg fjarki. Aha. Myndir bara að læra? Nei, ekki læra. Nei. Ok, Embla, tilbúin næsta. Já. Hvað? Hann er 10, Já. en allt sem hann segir að eilífu rýmar. 10 out of 10. Bara give it to me right now. Það er bara skemmtilegt. Bara ljóðskáld. Ég er með eitthvað svona... Þú ert með eitthvað æði fyrir rými. Ertu með eitthvað nýtt rým fyrir okkur? Getur komið eitt rým? Já, það kom eina ræmi. Hvað meina ræmi fyrir okkur? Hefur þú einhvern tímann farið í bleiu? Hefur þú einhvern tímann verið fæst á einhver eigi? Hvenær varst að semja þetta? Það er langt síðan. You're a poet. Það er mjög langt síðan. Já, þið fáið bara eitt núna. Ok, ég býð spenntið þér næsta. Eitt í hvernig þætti. Ert þú ekki með neitt rím? Ég skal finna eitthvað á staðnum. Þú lofaðir að skrifa niður næstu þegar þú ætlaðir að fara í hennan gír. Ég er ekkert búin að vera í svona gír. Ég Ég er í svona mikið skáld eins og þú. Veitu, ég ætla að finna eitthvað valdinsar. Hefur þú verið með brot í hjarta? Langar því eitthvað að narta? Eða langar því eitthvað með barta? Ég held að það sé bara komið að loka hjá okkur í dag. Ég held það. Við segjum bara Happy Galentines and Happy Valentines. Og bara njótið með ykkar. Já, allum sem þið elskið, hver sem það er. Já, og takk fyrir að hlusta. Takk fyrir að hlusta. Og sjáumst í næsta þætti. Woohoo! Bless. Bless. Keks!